Það verður einhverju andtökunæturnar, ekki lesluðu bók og reyna að velja. En svona þetta. Það auðvitað að fá valkvíða í þessu. En það líka gaman fyrir fólk að geta séð hestana, berum augum og metið á. Því að margir verið góðir og ólíkir, alls konar hestar. Það gaman við þetta. Fjölbreytileikinn, við fögnum honum. Sannarlega. Þá hér komin í brautina, hann Artur frá Baldursaga, moldóttur á lit, 900 gamall. Hann undan Áslar frá Hemmu 2 og Kengálu frá Búlandi, snúarinn á Sörla frá Búlandi. Knappi á honum Teitur Árnason. Já, þá komin hér 7 vetra hestur, Adrian frá Garðshorni á Fjallaborg. Rauð blesóttur, setinn af Daniel Jónssoni. Þessi hestur sigraði hér 5 vetra flokk á landsmótinu hér í Víðidal 2018. Já, Adrian frá Garðshorni á Fjallaborg undan Hákongi frá Narfastöðum og Eldingu frá Lambanesi og hann hefur hlotið fyrir sköpulag 8,63 og einnig fyrir hæfileika þar sem hæst einhverju 9,5 fyrir töff og í aðalengur 8,63. Ræktendur Agnar frá Magnússon og Birna Tryggvadóttir Thorlacius en eigandi Adrian félagið EHF. Og það eins og áður sagði Daniel Jónsson sem situr hestinn og hefur alltaf tíð síðan á landsmótinu 2018 þjálfur þessa hest en allar upplýsingar fyrir notkun veitir Lóa Dagmar og Sigurður Ágústsson og Adrian að finna á blaðsíðu 46 í bókinni. Svo það sá Ljósmóldóttir, hann Artur frá Baldursaga með hvorki meira en 8,57 fyrir sköpulag, 1,50 væntur og herðar með 9,0 fyrir hálsræður og góða bak og lengur samræðum. Þá var lotið 8,42 fyrir hæfileika, 9,5 fyrir stökk og þegar í reið og 9 fyrir tölt, brokk, brí og geðsleg og hægt tölt. Ræktandi Artúrs Baldur Eiðsson en eigandi TR Hestar EHF. Upplýsingar notkun veitir Teitur Árnason og allar upplýsingar að finna á blaðsíðu 50 og Teitur hefur einnig verið að fikra sig áfram með aftur keppnisvellinum. Þetta hefur hann margt að bera til þess að verða fram á keppnisvellinum. Góðar gangtíðundir, mikið fass. Þetta eru glæsilegir hestar. Adrian hlotið 8,5 fyrir stökk og hægt stökk. Annars en hann frá því þekkta hrossavöldabúi Garðshorni á Fjallaborg sem þau hafa náð eftir þetta verðum árangri í sinni hrossarækt. Það er að fara fallega, hann Adrian hér á hægu
Hjalti, Júkur í gegn. Teitur Árnason kominn í sjógíri. Þetta er ekki annað hægt með allt þetta fyrir fram sig. Fallegur hestur Artúr. Já, þetta er eins og að horfa á góða þjálfarastund sem þetta er. Vestarnir langir teig á sér. Mjúkir og sáttir. Hér eru engar tilvíðanir. Það er búið að þjálfa vel. Enda tíminn vel til þess. Kannski verður þetta blessa áfram til þess að kenna okkur að lífa og njóta betur en við gerðum fyrir. Já, það er að endilega að fara hér. Þetta fær fyrir okkur til brautinni. Já, þeir njóta sem vel í sviðsljósunni, þeir Teitur og Daniel. Á þessum gæðingum, Adrian frá Karlsvögnu og Hellamörk og Artúr frá Baldursaga. Þetta er næst síðasta atriði hjá okkur í dag, þannig að það fer að stýtast vel í þessu. Já, það er einungis eitt atriði eftir og við minnum á að það er opið hér í veitingavögnunum hér upp við Reiðhjall. Ef þið viljið njóta þeirra að sýningu lokinni. En hér kemur Teitur á þeim litfagra Artúri frá Baldursaga. Hlotið meðal annars 9 fyrir költ og hægt költ. Sýnir okkur það hér. Takk fyrir þitt innlegg í dag, hér Teitur Árnason. Gefum gott klapp. Þá kemur Daniel og Adrian. Það er 9 fyrir költ hefur þessi hestur hlotið. Sigurður er í 500 flokki og landsflokki 2018. Takk fyrir ykkar glæsilegu sýningu. Árið 1970 hófst á efstatindi Breiðholts bygging langstærsta fjölbýlishúss landsins sem rúmaði ekki færri en 1000 íbúa og útsýnið var engu líkt. Við byggjum á sterkri sögu. BM Vallá.